Kristján, þið voru grátlega nálægt þessu í dag. Já, það er óhætt að segja það. Þetta var svona einhver eftirminnilegasti leikur hérna í tímabilsins bara fyrir bæði lið held ég. Þetta var alveg frábær leikur. Við vorum búin að glutra þessu niður í fyrri hálfleik og hérna vorum svona, fyrri hálfleik, byrjuðum seinni hálfleik eiginlega. Breyttum með vörn, breyttum áherslu sóknarlega og gekk fullkomlega upp og ég raun og veru grátlegt bara að fara ekki með sigur í þessum leik. Það var bara mjög flott frammistaða, virkilega. Þið mættu nú ekki mjög líklega til Eyja, en hvernig lögðu leikinu? Við mættum ekki mjög líklega til Eyja. Nei, það er rétt. Við vorum hérna búnir að fara vel yfir það að það er enginn að fara að gera neina kröfur okkur í þessu einvígi. Við ætlum bara að koma hingað og hafa gaman að þessu. Frábært að koma til Eyja og stórkostlegir áhorfendur og mikið læti og djöfulgangur, en þetta er bara frábært. Og við auðvitað hérna sjálfsögðu ræddum við það við stelpurnar að það er enginn að fara að gera einhverja væntingar að kröfu til FH í þessu einvígi. Það er bara, væri glórulaust að gera það. Við svörum heldur betur fyrir það í dag og maður mæta dýrvitlausar á laugardaginn í Kaplakrika. Það er alveg á hreinu. Það varst það rauða spjaldi í framlengingunni? Hárrétt. Hvernig leggið leikinn upp á laugardaginn? Góð spurning. Það er eiginlega, við breyttum eiginlega alveg gameplan í miðju leik í dag, þannig að það er svona, við höfum eiginlega 2-3 varianta til að spila og það eiginlega verður bara komið í ljós hvað við gerum í raun og veru, því að við höfum verið að spila 6-0 frábærlega allt tímabilið og gerðum það í raun og veru vel í fyrri hálfleik í dag, en mistum svona aðeins dampið sóknarlega í byrjun seinni hálfleiks og þá fór IBF að skora auðveldari mörk og svona, við fórum í aggressíva vörn, þannig að það er variant sem við eigum líka, þannig að við ekki bara segja að komum bara óvart. Takk fyrir það. Takk fyrir.